Sending frá Íslandi til Rússlands ekki lengur höfuðverkur. Margir óttast að missa pakkan, sitja fastir í tollvinum, bíða eftir sendingu farms frá Íslandi í 3 mánuði eða fyrir upptöku. Og ekki að ástæðulausu ringulegi ríkir. Staðan breytist þegar inn í myndina kemur sendibílaþjónusta með aðra tegund af flutningum og vel skipulagða hraðsendingarleiðir frá Íslandi. Halló! Ég heiti Alexei Antonov, stofnandi alþjóðlegs flutningafyrirtækis Time Saving Machine. Við skulum skoða nánar hvernig sending frá Íslandi til Rússlands virkar árið 2025. Eftir árið 2022 var það nánast ómögulegt að panta sendingu frá Íslandi til Rússlands. Alþjóðlegir sendibílarisar DHL, FedEx, uppsvotend hættu starfsemi sinni á rússnesku markaði. Þvinganir settu milljónir manna í báðum löndum í hættu, innflytjendur, ættingja sem vilja senda pakka til Rússlands frá Íslandi, frumkvöðla sem þurfa íþluti og búnað, auk venjulegra kaupenda sem leita af vörum í verslunum á Íslandi. Ástandi versnaði með bankatakmörkunum, rússnesk kort eru ekki tekin gild í erlendum netverslunum og millifærslur eru ómögulegar vegna aftengingar frá SWIFT-kerfinu. Fólk fór að leita til einkaflutningaaðila, margir þeirra veita engar ábyrgðir, fylla ekki út skjöl, brjóta afhendingarfresti eða hverfa jafnvel með farnum. Pakkar tínast, tefjast í tollunum eða fara jafnvel ekki úr upprunalandinu. Allt þetta skapaði vonleysi þegar einföld sending gjafar eða nauðsynlegrar voru breytist í lottó. Í stuttu máli, flutningsdeild sendibílaþjónustunnar Time Saving Machine gerði hér ómögulega mögulegt. Ímyndaðu þér að þú þurfir að senda pakka frá Íslandi til Rússlands. Ekki eftir mánuð, ekki kannski kemst hann, heldur fatt og örugt. Sendibílstjórar sækja pakka bæði í Reykjavík og í litlum smábæ og eftir 2 til 5 daga stendur hann við dyr móttakandans í hvaða byggðarlagi sem í Rússlandi. Þetta virkar í raun, sendif kemur til sendanda, sækir farm til sendingar til Rússlands. Við notum traustar leiðir í gegnum vinveitt lönd og eigin umboðsmenn til að skipuleggja hraðsendingu frá Íslandi til Rússlands. Tollskjöl fyllum við út fyrir viðskiptavinin, hjálpum til við að kaupa vöru á Íslandi með sendingu til Rússlands ef þú getur ekki greitt í annarri mynd. Og ef farmurinn er sérstaklega verðmætur, raftæki, skjöl, lyf, sendum við með persónulegum sendlið sem afhendir persónulega á allri leiðinni til móttakanda í Rússlandi. Aftur gegnsætt, rólegt og mannlegt, við gerum þjónustusamning bæði við einstaklinga og fyrirtæki og tengjum persónulegan ráðgjafa. Nú mun ég svara vinsælum spurningum sendingu til Rússlands frá Íslandi. Er sendingvara frá Íslandi til Rússlands möguleg? Sendingvara frá Íslandi til Rússlands er raunveruleg. Við kaupum allar pampanir í staðbundinni mynt og rússneski notandinn greiðir okkur í rúblum. Við sendum lúxusmerki, varafuti, raftæki, búnað, fatnað, töskur og jafnvel skaftklipi frá vörumerkjum eins og Tiffany, Cartier, Bulgari. Sendið sækir kaupin hjá seljanda á Íslandi og síðan fer afhending pöntuna frá Íslandi eftir annarri leiði gegnum eigin umboðsmenn og vinveitt lönd. Viltu kaupa vöru á Íslandi með sendingu til Rússlands? Hafðu samband með upplýsingunum sem gefnar eru upp á heimasíðunni timesavingmachine.com. Hvernig sendir maður pakka frá Íslandi til Rússlands? Skrifaðu í netspjallið á heimasíðunni timesavingmachine.com í WhatsApp eða Telegram beiðni sendingu pakka frá Íslandi til Rússlands. Tilgreinda þyngd, breidd, hæð og lengd kassans, nákvæma heimilisfang sendanda á Íslandi með borg og póstnúmeri. Nöfn, eftirnöfn, símanúmer sendanda og móttakanda í Rússlandi. Lýstu innihaldi pakkans í smáatriðum eða enn betra sendu ljósmynd í tölvupósti eða í skilaboðaforriti svo flutningsdeildin geti auðveldar fyllt út reikninga. Eftir að hafa fengið upplýsingarnar leggur persónulegur ráðgjafið fram afhendingakosti og verð fyrir pakkan frá Íslandi til Rússlands. Notandinn velur hentuðan valkost, síðan undirrita þessum og viðskiptavinur þjónustusamning. Eftir greiðslu útflyttum við sendli á Íslandi á tilgreindum stað sem sækir sendinguna. Til að fylgjast með pakkanum frá Íslandi til Rússlands fær hann rakningarnúmer sem sýnir hreyfingarstig á netinu. Hversu lengi er pakki frá Íslandi á leiðinni? Sendingatími til Rússlands frá Íslandi fer eftir flækjustigi leiðarinnar. Venjulega fer sending milli stærri borga, Reykjavíkur og Moskvu, hraðar fram en frá smærri bæjum. Því nær sem flugvellir eru, því hraðari er sendingin. Hjá þessum tekur hraðsending til Rússlands frá Íslandi frá 1 til 5 virkum dögum. Ef þú velur hagkvæman valkost fyrir sendingu pakka til Rússlands, reiknaðu með að sendingatíminn frá Íslandi tæki 8 til 15 virka daga. Við hvaða gjaldskrá sem afhendir sendif pakkan persónulega í hendur móttakanda í Rússlandi í hvaða byggðarlagi sem er. Hvað kostar pakki frá Íslandi til Rússlands? Verð sendingar frá Íslandi til Rússlands fer eftir í fyrsta lagi stærð og þyngd, því þyngri eða fyrirferðameiri sem sendingin er, því hærra er verð alþjóðlegrar sendingar.
Í öðru lagi fjarlægð milli sendanda og móttakanda því fjær sem byggðarlagið frá flugvöllum því dýrari verður flutningurinn. Í þriðja lagi innihaldi og gjaldskrá. Til dæmis, í pakka má ekki eða hættulegt að senda skartgripi, þess vegna þarf persónulegan sendil til örugrar sendingar vöru frá Íslandi. Til að flytja málverk og höggmyndir þarf að safna vottorðum og leyfum og það eru aukaútgjöld. Til að reikna út verð sendingar til Rússlands hafðu samband með upplýsingunum sem gefnar eru upp á heimasíðunni timesavingmachine.com. Sending farmflutninga frá Íslandi til Rússlands möguleg? Já, sending farmflutninga frá Íslandi til Rússlands möguleg og hún virkar í raun með flutningafyrirtækinu Time-Saving Machine. Við skipuleggjum flutning farms frá Íslandi til Rússlands með fullri þjónustu, sækjum hjá sendanda á tilgreindu heimilisfangi í beiðni, pökkum samkvæmt alþjóðlegum stöðlum í krossviðakassa þörf krefur styrkjum með viðakrind. Á umbúðir setjum við merkingu. Flutningsdeild safnar fylgiskjölum og leyfum til þáðræf tollafgreiðslu. Persónulegur ráðgjafi fylgist með öllum stigum sendinga farmsins frá Íslandi. Þetta þægilegt og örugt, sérstaklega við gildandi takmarkanir. Við sendum hvaða farm sem frá Íslandi, skipuleggjum bæði einkaflutninga og sendingu búnaðar, sína og vara fyrir fyrirtæki. Flutningur farms frá Íslandi til Rússlands fer fram eftir öðrum leiðum í gegnum vinveitt lönd með þátttöku umboðsmanna okkar sem hafa staðist tímans tönn. Kargóþjónustu frá Íslandi til Rússlands veitum við eftir undirritun samnings. Sendill sækir farminn hjá sendanda á Íslandi og síðan fer sendingin fram frá dyrum til dyra á leiðinni Ísland, Rússland í hvaða byggðarlagi sem Viftu pampa sendingu farms frá Íslandi til Rússlands. Hafðu samband með upplýsingunum sem gefnar eru upp á heimasíðunni timesavingmachine.com við skipuleggjum flutningin frá grunni. Hvernig pantar maður sendingu lyfja frá Íslandi? Til að kaupa lyf á Íslandi með sendingu til Rússlands hafðu samband við okkur í gegnum heimasíðuna timesavingmachine.com. Við hjálpum við að kaupa lyf í apóteki, fyllum út skjöl fyrir tollinn og sendum á 2 til 5 dögum til Rússlands með hitastigi í samræmi. Til að senda lyf frá Íslandi þarf læknisvottorð sem staðfestir nauðsyn lyfsins, afrita vegabréfi móttakanda. Lyfi má ekki vera bannað til innflutnings í Rússland. Veitti athygli upprunalegum umbúðum og fyrningadegi, við tökum ekki við opnuðum umbúðum til alþjóðlegrar sendingar. Sendill okkar tryggir rétta merkingu, tollafgreiðslu og afhendingu með sendlega dyrum, fatt og löglega. Ef þú metur prófaðar lausnir í sendingu frá Íslandi til Rússlands, faðar leiðir og heiðarleg svör flutninga gerast áskrifandi að rásinni. Hér deilum við öllu sem virkilega virkar í alþjóðlegum sendingum milli Íslands og Rússlands.